Gleðilegan miðvikudag. Já. Já, við erum ennþá í Skotlandi þó við séum hér. Jú, Þannig við erum í mörgum vítum, sko. Þannig að við tókum upp annað miðvikudagsspjall og í þetta skipti ætlum við fáum oft spurninguna hvernig notið þið kristalla, til hvers eigið þið stein og hvað gerið þið við þá? Þannig að við ætlum bara aðeins að tala um svona hvað við gerum og hvernig við notum það. Þú byrja. Og ég byrja svo í fyrsta lagi eru þeir út um allt heimili. Já. Ég er með steina í, held ég, öllum herbergjum í húsinu. Til að vinna með orkuna, til að vernda fyrir orku sem kemur utanfrá, til að hjálpa við að sofa. Ég mist mikið af steinum á mér alltaf á hverjum degi, ekki bara Svona litlir sem að stingur í brjósthaldarann ef maður er kona. svo líka hægt að vera með þetta í skarti með arbönd og eyrnalokka og hérna í hálsmenni. Það eru steinar eins og þessi kallaði bara hátt á mig í morgun, þannig að ég varð að vera með hann. Hvað er þetta? Dúmortýri. Og hérna þeir svona vilja svolítið, koma ákveðnir steinar, koma með ákveðna daga. Ég hef með stein undir koddanum og upp í rúmi og undir rúmi á náttborðinu og þetta er í rauninni út um allt. Ákveðin orka sem ég er að sækjast í að skapa í mismunandi herbergjum og hérna svo náttúrulega er mér fullt af steinum sem ég nota til að vinna eins og í heilum og annað. Ég tek svona köst í steinum. Stundum að líða alveg dagar þar sem ég er ekkert mikið að spá í þeim, en svo tek ég svona köst þar sem ég hef nálægt mér það steina sem ég veit að ég þarf að vinna með og er að hjálpa mér. Ég er náttúrulega samt með steina út um allt heimilið mitt eins og Alma sem ég er búin að prógramma til þess að ég vinni með mig, þannig að það má svo sem segja að ég sé að vinna með steina hverju vinnustum degi. En ég nota mikið til dæmis vegna þess að ég er með mjög ofvirkan huga og ég ofta erfitt með að sofna og þá nota ég hérna hálít. Þetta er besti vinur ofvirks huga, hann er steininn sem nær að slökkva á mér, betur en nokkuð annað. Já. Ég myndi segja betur en hnefahögg er þessi og þegar ég er stressuð þá nota ég oft svona lófasteina eins og karnilan eða það er það náttúrulega lepidolít þessi ekstra stór og mér finnst rosalega gott að hafa annarkvort þegar ég er að fara í hugleiðslu bara hafa í höndunum þegar ég er stressuð og þegar eitthvað svona mikið að vera og eins ef ég finna að ég þarf bara smá svona sjálfsást og svona þá er rosa gott að hafa rósakvartsinn sem að hjálpa okkur að opna hjartastöðuna og svona finna fyrir þessum svona væntumþykju kærleika. Ég lærði kennari og var að vinna við kennslu grunnskólabarna í töluvera tíma. Þar hafði ég þann sið að vera með fjársjóðskistu, það sem voru kristallar og bara svona alls konar steinar, það voru til dæmis rósakvartsar, ametistar, það voru tígrisaugu, svo þetta hérna og alls konar svona róandi kristallar til að skýra hugsun, létta kvíða og aðeins að róa andrúmsloftið. Og ég gerði tilraun með krakkana, fyrir eitt þau voru að fara í próf og ég leyfði þeim að velja sér stein úr kistunni til þess að hafa á borðinu sínu með þeim væri í prófinu. Og ég sá sem voru svona feimin við þetta og það voru 10 ára, 4. bekk og ég sagði þetta þýðir ekkert sérstakt annað en bara ef verið stressuð eitthvað, bara grípið stein og finni bara hvernig hann er og sjáu hvernig ykkur líður á eftir. Og þetta gekk mjög vel og eftir þetta þá hafði ég kistuna bara upp í glugga og það var yfirleitt á hverjum degi sem einhver labbaði í kistuna náði sér stein og sett á borðið. Bara án orða, þau þurftu ekkert að segja neitt, þau fundu bara þetta er það sem ég þarf núna, fundu sér stein og tóku hann til sín. Og þá fyrir mér skiptir í rauninni engu máli hvort að það þýddi að barnið skynjaði orkun úr steininum og var að hjartað togaði í steinin og heldur það sem skiptir máli fyrir mig var bara barnið fann huggun í að hafa steinin í hendinni, hafa hann hjá sér og hvað barnið skynjaði, hvað það þýðir annað en að barnið leið betur, skiptir mig ekkert öllu máli. Nei, en það bara það þannig með kristallana að þeir virka, hvort sem við erum eitthvað sérstaklega að finna það eða ekki. Við kannski getum fundið að eitthvað kallar á okkur, við erum alveg eins og við erum leitt í ákveðnar áttir
og treystum því bara. Það ekki alltaf nauðsynlegt að vera með steinabiblíuna uppi. Nei. Það mest lesta bókin á mínu heimili. Já. En það mér til dæmis finnst best bara að finna og af því að ég alltaf búin að vinna með steina í meira en 20 ár, að þá veit ég svo sem oft hvað í gangi eftir því hvaða steinn kallar á mig, og það segir mér oft meira, alveg eins og þegar ég að vinna með fólk í heilun. Það segir mér oft meira heldur en að ég sé endilega búin að skynja það, heldur steinin segir mér ákveðið sem að ég kannski ekki búin að taka eftir hvorki hjá sjálfur mér eða öðrum. Þeir vinna í svo mörgum lögum í rauninni. Við getum verið að taka eftir einhverju ákveðnu hjá okkur, en steinin að hjálpa okkur með eitthvað undir niðri sem við finnum ekkit endilega að sé til staðar. En svo alltaf til rosa mikið af íslenskum steinum sem gott að hafa. Og ég til dæmis með eitt svona jaspi sem örugglega til á mjög mörgum heimilum í landinu. Þetta alltaf algengur litur, svona rauðbrún. Og hann til í grænu, gulbrúnu, blandaður. Já, svona bleikleitan, fjólublán. Hann til í mjög mörgum litum og finnst víða á landinu. Og svo bara hellingur af öðrum íslensku steinum eins og agat og ónix og og kalsedón. Og svo bara eins og allir algengir hlutir, við eigum það til að líta svolítið fram hjá þeim. Þetta bara eins og arfinn og njólinn og allt það, að íslenski fjörusteinar eru bara ekkert síðri heldur en einhverjir glansandi kristallar. Þannig að þetta snýst fyrst og fremst það, og ég elska að fara í fjöru og ég elska að fara í árfarvegi og labba bara og spyrja. Alltaf því ég kem á stað þá spyr ég, má ég fá eitthvað sem hér, eitthvað hér fyrir mig? Stundum fæ ég bara nei, og þá veit ég, ok, þá á ég ekki að taka neitt. Það mjög mikilvægt að hlusta á það, því stundum hefur maður ekki leyfi til að taka steinana. En stundum kemur já, og þá bið ég að ég sé leitt að því sem fyrir mig. Og það einmitt góð innsæðisæfing að halda áfram að labba þar til þú finnur það sem þú veist að þitt. Og þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað stórt og mikið, stundum þetta bara pínlítið steinn sem maður veit bara, já, þetta minn, og mun að þakka fyrir alltaf. Við nefnilega getum fengið steinagjöf eins og ég fekk í Skotlandi, hann alltaf undir koddanum. Þá fór ég í hugleiðslu og álfarnir komu til mín með steinagjöf og ég tek við steininum og þakka fyrir, og svona segja þér, þegar þú gengur tilbaka bílnum þá finnur þú steinin. Og það gerðist, hann bara birtist þarna fyrir framan mig. Og svona að treysta og ég þarf alltaf að hafa þennan nálægt mér. Og svo höfum við kannski ákveðnar vinnusteina, eins og Alma sagði, sem að gegna ákveðnu hlutverki, eins og þessi steinar hérna. Við vinnum mjög mikið með orkunet sem við kallum píramídanet, sem alla jörðina, og þessi steinn kom til mín og að vinna með mér þegar ég í svoleiðis vinnu, og hann alveg magnaður, og ég var bara að taka eftir því núna að hann með nákvæma eftirmynd af píramídalega fjöllum sem Dýrafjarðar vestur inn í sér. Mér finnst það geggjað. Og svo eins og til dæmis rósakvartsar, svona stórir. Við mælum oft með þeim til dæmis inn á heimili, bara til að auka frið og kærleika á heimilunum, og þeir dásamlega mjúkir. Ég og eitt svona, ég held að segja 3 svona stærri en þessi, og þegar ég var að fara í gegnum svona mestu kvíðatímabili þá lá ég alltaf með hann í fanginu upp í rúmi, og maðurinn minn var bara, hvað þetta? En þetta hjálpaði mér, og mér fannst það gott, og fyrir mig virkaði það. Þetta eitthvað sem ég held sem ég 5 allavega svona stóra steina hérna á heimilinu sem ég búin að hafa í mjög mörg ár, af því ég bara finn við þurfum á þessu að halda. Og svo komu svona ævintýrasteinar eins og krísikóla, sem náttúrulega alveg magnar, komu svona geggjar, svona frumbyggja jarðar, visku tengingar, og maður heldur á svona steinu og maður bara maður bara komið strax þangað. Og þeir svo ótrúlega ólíkir, og það hægt að vinna með alveg ótrúlegustu hluti með steinum, og ef við til dæmis bara með frumbyggja á heilanum, þá bara ok, förum við í steinabúðinu og við bara finnum okkur einhverja steina sem að tengja okkur við þá, og svo kannski erum við með engla á heilanum næsta mánuð, en þá fullt af steinum sem geta hjálpað okkur við þær tengingar.
En Já. þá líka svo gott að treysta innsæinu. Af því að steinarnir kalla miklu sterkar á okkur heldur en við höfum vit á því að fara í bókin og lesa. Heilin okkar á Og ekki að stýra vali á steinum. Það er alveg ljóst. það er alveg mjög fyndið og þessu er alveg stýrt eins og bara við erum náttúrulega með ákveðna steina til hérna hjá okkur og það kemur alveg fyrir að fólk komi og ætla að kaupa stein eða biðja það sé kannski haft samband og vantar þennan stein, er hann til? Jú, svo er ekki komið og sótt hann, þá selst hann áður en að manneskjan kemur aftur. Og það er búið að gerast núna í 2 dæmi það núna að tvisvar sama manneskjan ætlaði að fá sama steinin en óvart áttu við auka steinin í skáp en hann var líka seldur áður nú komið sér annarskipti. Það er bara greinlegt að þetta var ekki steinin af því að þetta var tekið úr bók, að það var farið eftir bókinni, þetta er það sem ég vil fá út af þessum eiginleikum. En við erum ekki alltaf tilbúin til þess að vinna með alla steina. Nei. En svona það sem við erum að sýningur er svona helst það sem að áyflið alltaf við. Já, svo við erum oft spurðar, er einhver munur á hráum steinum og slípuðum steinum? Svarið er í rauninni, nei, já. Slípaða stein er náttúrulega búið að meðhöndla á einhvern hátt. Þeir eru búið að fara í tromlu eða það er búið að gera eitthvað við þá. Hvort að það breytir eiginlegri orku þeirra þarf ekki endilega að vera. En þetta snýst eiginlega bara hvað kallar meira á okkur. Viljum við hafa hráan stein í hendinni sem við vitum bara búið að höggva úr náminu og ekki gera neitt annað við? Eða viljum við frekar hafa mýkra yfirborð og hafa svona auðveldari í snertingu? Það er kannski ekki mjög þægilegt að hafa þetta í brjósthaldarann. Nei. En svo getur hann haft kannski praktíska, getur verið bara mjög praktískt að hafa eins og þennan stóra á heimilinu frekar heldur einhvern lítinn slípaðan. Þessi fer ekki í ryksugunna, sko. Nei. Og svo getur við náttúrulega verið með það og slípað eins og þetta er fyrir teljós. Þannig að við getum haft steina sem að vinna á heimilinu eins og þessi sem að verndar og skapar frið og kemur með jarðtengingu og tengir okkur upp líka. Að við getum haft svona steina á heimilinu sem bara fallegur líka. Svo er náttúrulega steinar eins og bergkristallinn og bergkristallinn er þeim eiginleikum búinn að hann safnar visku. Hann safnar visku og orku. Þannig að við til dæmis allir sem fara í gegnum námskeið hjá okkur, þeir hafa með sér svona bergkristall í gegnum allt námskeið sem safnar þá visku og víxlum og orkunni í rauninni sem að fólki vera að vinna í allt námskeið. Og það sama á við englareiki námskeið, þar eru prógrammeraðir svona kristallar, þannig að þetta eru líka vinnutæki sem geta verið alveg mögnuð. Þannig að ef við erum í einhvern sérstökum verkefnum og viljum geyma viskuna og svona að þá er alveg snillt að hafa steina eins og bergkristall. Og svo koma þeir náttúrulega eins og alveg í öllum stærðum og gerðum og formum. Þeir geta komið svona sprotar, þetta er ametystsproti. Hér er sproti með rúbín og sósít. Og þeir eru allir misstórir og svona ólíkir sem er rosalega skemmtilegt og af því það er ólíkt sem kallar ákveðn og einn og eins og segjum stundum bara hentar ákveðin steinn af ákveðinni stærð á ákveðin staf. Já, og það er fínt líka að maður er að velja sér stein að hugsa þegar maður er áður maður kemur steinum eða þegar maður er þar að bara biðja að vera leiddur á þeim stein sem að maður þarf í eitthvað ákveðið verkefni. Þú veist, ef þú ert að leita stein í heilinu herbergi, biðdu þá að vera leidd að þeim stein sem er bestur fyrir þá vinnu. Og ef þú ert að leita stein fyrir þig, biðdu þá það, fá stein fyrir þig. Og ekki blanda saman á heimilinu steinunum sem þú notar í vinnunni og steinunum sem þú notar fyrir þig persónulega. Nei, það er mjög góð regla. Já. Við höfum meira að sett saman svona steinapakka fyrir börn og fyrir auki sjálfstraust, minnka kvíða, til að sofa betur og ýmislegt fleira. Af því þeir vinna oft vel saman og hver og einn steinn náttúrulega vinnur yfir vítt svið. Já, lítinn svetta sem búinn að glíma við smá kvíða og hann ég gaf honum svona steinapakka í jólagjöf sem heitir krakkapakki. Og með honum erum við búin að gera svona texta á krakkamáli hvað steinarnir gera og til hvers við höfum þá. Og mjög reglulega, því hann á svona fjársjóðskistu sem hann kemur steinarnir sína í, passar mjög vel upp á þá. Að mjög reglulega þá biður hann það að það sé sest niður með steinakistuna og lesið steinana og svo velur hann sér stein til að hafa undir koddanum með hafi glugga til þess að nota. Sko. Og krakkar eru ótrúlega naskir með þetta, þau vita alveg hvað þau þurfa og hvað þau vilja.
þau eru nefnilega rosalega og þau sem eru eins og þú með óvirkan huga, þau sækja í þennan og ég fann nú einhvern veginn 4 inni á rúminu hjá dóttur minni og búið að sækja sér nýjan þegar einn fannst ekki. Það gerist og þau eru ótrúlega krakkar, þau vita nákvæmlega á hverju þau þurfa á að halda hverju sinni og mjög gaman að fylgjast með þeim velja því þau fara alveg á innsæinu. Já. En við ætlum líka kannski bara svona rétt í lokin að vekja athygli á námskeiðinu Kristallar og ég sem að er inn á vefsíðunni okkar og er ókeypis. Til að nálgast námskeiðið þurfum við bara að fara og fylla út smá skráningarblað og þá fáið þið sendan aðganginn. Þannig að, eða allar frekari leiðbeiningar hvernig megi nálgast efnið. Og það líka er námskeið sem heitir leiðsagnarspil og sem er svipað en fjallar hvernig við nota leiðsagnarspil. Þannig að þetta er nóg efni. Þetta er fullt af efni kristalla og það er náttúrulega á síðu Orkusteina sem er búðin okkar. Sem sést hérna bak við okkur að þar er mikið af upplýsingum steina á íslensku búið að taka saman alveg töluverðan fjölda steina þannig að það er að lesa alla þessa helstu þar. En svo bara minnum við á að njóta þess að fara út í náttúruna, spyrjum leyfi áður en við tökum steinana og hugleiðslupakkin okkar, tengdumst náttúrunni, er á vefnum okkar og ef þú vilt dýpka tenginguna við náttúruna og tengja við þætti hennar eins og tré og plöntu og stein og vatna, þá hvetjum við til þess að kíkja á hugleiðslupakkan á vefnum okkar. Þannig bara njóti náttúrunar og með getur ekki sagt vorsins lengur, ekki sumarsins. Takk fyrir okkur. Takk.